andagsanda. Amen. Biðjum. Við lofum þig, Faðir huggunarinnar og miskunnsemdarinnar. Við lofum þig á þessum degi sem tileinkaður minningu Heiðar Skúlasonar frá Ljótunarstöðum. Þökkum þér fyrir lífið hans. Biðjum þig að blessa allar góðar minningar og gef okkur að ávaxta allt það góða sem frá honum streymdi og hann lagði inn í líf okkar. Já, þökkum þér Guð að við á kveðju stundu megum fela þér allt hið liðna, það sem núna og það sem framundan Við biðjum í nafni frelsar okkar Jesú Krists. Amen. Ég virti fyrir mér þá þraut sem Guð hefur fengið mönnunum að þreyta sig á. Allt hefur hann gjört hagfellt á sínum tíma, jafnvel eilífðina hefur hann lagt í brjóst þeirra. Aðeins fær maðurinn ekki skilið það verk sem Guð gjörir frá upphafi til enda. Ég komst að raun að ekkert betra með þeim en að vera glaður og gæða sér meðan ævin endist. En það að maðurinn etur og drekkur og nýtur fagnaðar af öllu striti sínu, einnig það Guðs gjöf. Ég komst að raun að allt sem Guð gjörir stendur að eilífu, við það engu að bæta og af því verður ekkert tekið. Guð hefur gjört það svo til þess að menn óttuðust hann. Það sem var fyrir löngu og það sem mun verða hefur verið fyrir löngu og Guð leitar aftur hins liðna.
Því að maðurinn fer burt til síns eilífðar húss og gráthendurnir ganga strætið, áður en silfurþráðurinn slitnar og gullskálin brotnar og skjólan mölvast við lindina og hjólið brotnar við brunninn og moldin hverfur aftur til jarðarinnar þar sem hún áður var og andinn til Guðs sem gaf hann. Filippíbréfinu. Ef nokkur smásýn uppvakning í nafni Krists, ef kærleiks ávarp, ef samfélag andans, ef ástúð og meðumbun másýn nokkurs, þá gjörið gleði mína fullkomna með því að vera samhuga, hafa sama kærleika, einn hug og eina sál. Gjörið ekkert af eigingirni eða hégómagirnd. Verið lítillátir og metið aðra meira en sjálfa yður. Lítið ekki aðeins á eigin hag heldur einnig annara. Verið með sama hugarfari sem Jesús Kristur var. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og var hlýðinn allt til dauða, já dauðans á krossi.
Fyrir því hefur og Guð haft upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni æðra. Til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sérhver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur drottinn. Hátíðardaginn mikla stóð Jesús þar og kallaði: ef nokkur þyrstir, þá komi hann til mín og drekki. Sá sem trúir á mig, frá hjarta hans munu renna lækir lifandi vatns, eins og ritningin segir. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall og sæl erum við ef við heyrum Guðs orð og varðveitum það. Amen. Þegar ég leystur verð
sem ber nafnið Te Deum segir: Það er ekki yfir sigrum sem ég syng, þar sem ég hef enga unnið. Ekki vegna sigra heldur venjulegs sólskins, andvarans, örlætis vorsins. Það er ekki vegna sigranna heldur dagsverk sem lokið er eftir bestu getu. Ekki vegna sætis á hefðarstóli heldur við hversdagsborð. Já, náð sé með ykkur og friður frá Guði Föður og Drottni Jesú Kristi. Amen. Þegar litið er öxl yfir lífslaupið, þá eru það ekki endilega stóru sigrarnir sem standa upp úr heldur hversdagslegu hlutirnir sem ylja mest. Eins og lækur að vori sem skoppar niður hlíðina og tekur með sér hverja fyrirstöðu, þannig verða góðu minningarnar bornar uppi af anda Guðs í brjóstinu. Svo eru líka stóru stundirnar, sigrarnir inn á milli, allt það góða og sérstaka sem skín eins og ljós. En þegar allt kemur til alls er það hversdagurinn sem segir mest lífslaupið. Tengslin, vináttan, hlýhugurinn, brosið, kímnin. Það er í þessum hversdagslegu hlutum sem við finnum návist Guðs. Návist Guðs sem veitir kjark og kærleika, huggun og hjálp. Og þann anda gefur Guð okkur með sér til að miðla til fólksins í kringum okkur. Og nú erum við hér í dag til að kveðja vin okkar Heiðar Skúlason. Hann miðlaði þessum anda Guðs, þessari nærveru Guðs til okkar hinna, með sínu leiftrandi augnaráði og sínum skemmtilegu tengingum, já, með öllu því sem hann var og stóð fyrir, öllu því sem auðgaði líf okkar. Heiðar var fæddur hér á Ljótunarstöðum í Bæjarhreppi þann 13. febrúar árið 1951. Hann lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akranesi miðvikudaginn 16. júlí síðastliðinn. Hann var 74 ára að aldri og þann 13. febrúar 26 þá minnumst við þess að 75 ár verða liðin frá fæðingu hans. Heiðar var yngstur barna hjónanna Þuríðar Guðjónsdóttur, húsfreyju frá Heydalssel í Bæjarhreppi og manns hennar Skúla Guðjónssonar, rithöfundar og bónda á Ljótunarstöðum. Í minningagreinum Þuru, sem lést í júlí árið 1963, þar segir vinkona hennar: Einna tímamóta á ævi sinni minntist hún ævinlega brosandi. Það var þegar hún réðst til búumsýslu að Ljótunarstöðum hjá þeim feðgum Guðjóni og Skúla síðar varð eiginmaður hennar. Það er fallegt að rifja þetta upp og hugsa það að mörg ykkar hér í dag eruð hér einmitt vegna þessara aðstæðna sem urðu. En þau Þuríður og Skúli gengu í hjónaband árið 1936. Líklegast hefur ljósmóðir Heiðars verið Magdalena frá Þamborvöllum sem hér tók á móti börnum áratugum saman og sennilega hefur það verið hann séra Yngvi sem skírði Heiðar í Prestbakka kirkju, reyndar ekki þessari hér, heldur gömlu timburkirkjunni sem stóð hérna austan við, uns nýja kirkjan reis miðjan 7. áratug síðustu aldar. Heiðar var 6 ára þegar að kirkjan var vígð. Hann sýndi kirkjunni sinni ætíð mikla hollustu, mætti hér í hverja einustu messu, allavega þegar hann var heima, og minnumst við þess sem að tengd vorum Prestbakka nokkuð skeið, hvað var gott að fá hann Heiðar ávallt í kirkju. En það er líka gaman að segja frá því að jafn gamlir gripir kirkjuhúsinu og helgaðir við sjálfa kirkjuvígslunar 1957 eru 2 3 pípusilfurstjakar á altarinu sem var gjöf
Guðjóns Guðmundssonar á Ljótunarstöðum og fólki hans og prestshjónanna. Á Ljótunarstöðum bjuggu einnig systkini Skúla, Hörður, Guðmundína Guðbjörg, kölluð Guja, og Guðmundur, hann Mundi. Guja og Mundi bjuggu í Gamla bænum og einnig Guðjón, föðurafi Heiðars, meðan hann lifði, en hann lést þegar að Heiðar var 3 ára. Föður amma Heiðars, Björg Andrésdóttir frá Efri-Lág í Grundarfirði, lést árið 1929 og sama ár einnig móðuramma hans, Ingibjörg Sæmundsdóttir. Ömmum sínum kynntist hann ekki og heldur ekki móðurafa sínum. Til Ingibjargar og manns hennar, Guðjóns Ólafs Ólafssonar, bónda í Heydalsseli og síðar Miðhúsum í Bæjarhreppi, má rekja ættir margra Hrútfirðinga. Og í minningagreinum Skúla, sem var ákaflega merkilegur fræðimaður og þið þekkið nú flest hans sögu, en í minningagreinum hann brugðið upp mynd af gamla tímanum. Þar minnst á Hjört sem var sístarfandi í Gamla bænum eins og minnst var á Guðjón og systkinin Mundi og Guja og strákum og stelpum í sveitinni sem komu jafnvel ein með rútu sunnan úr höfuðborginni. Þeim var þetta allt saman stórt í augum. Vatnsleiðslan í skurðinum frá bænum niður að Fjárhúsunum sem Skúli þrátt fyrir það að vera blindur lengst fullorðinsævi sinnar hafði unnið. Og Skúli hafði forust Töðuvöllinn, þreifandi eftir heyinu með hrífunni. Og í þessari tilveru voru synirnir Bragi og Björgvin, elstu bræðurnir á líku reki, og þarna var Ingibjörg lítil, segir greinarhöfundur, Heiðar farin að hlaupa, og svo veltum við okkur niður Ljótunarhólinn. Þykist vita Bragi og Björgvin og kannski fleiri hér inni mun eftir þessum tíma. Þegar mjólkin var skilin heima og rjóminn var þykkur, svo hnausþykkur. Já, þá var mannmargt heimilið á Ljótunarstöðum þegar Heiðar var að alast upp. Líka mikill gestagangur og mikil gestrisni. Oft var kátt á hjalla á Ljótunarstöðum á æskuárunum, fjöldi barna og unglinga auk eldra fólksins, já 3 til 4 kynslóðir. Það var margt undað og leikið í sveitinni, farið á hestbak, jafnvel skroppið inn í bæ eða berjamó og dundað í búi á milli þess sem eldri börnin unnu að bústörfunum. En Heiðar var aðeins á 13. ári þegar Þura móðir hans lést. Inga, systir þeirra bræðra, sinnti húsmóðurstörfunum uns hún flutti með manni sínum Sveinbirni á hans heimaslóðir í Ingólfsfirði. Hún var fædd 1944, næst Heiðar í aldri, en lést á jóladag 2003. En eldri bræðurnir eru hér með okkur í dag. Bragi, fæddur 38, trésmiður á Sauðárkróki og einnig síðari kona hans, hún hér með okkur, hún Ingunn Ásdís Sigurðardóttir. Björgvin, bóndi á Ljótunarstöðum, næstelstur, fæddur 1940. Konu hans, Guðrúnu Ólafsdóttur, húsfrey á Ljótunarstöðum, kvöddum við í janúar 2021. Björgvin og Guðrún bjuggu félagsbúi við Skúla, allt frá 63, en áratug síðar lét Skúli búið alfarið í hendur barna sinna. Og Heiðar starfaði á Ljótunarstaðabúinu alla ævi meðfram námi og fræðastörfum. Hann var sterkur hann Heiðar, hafði mjög mikið verkvit og var mikill verkmaður og fann ávallt lausnir á tæknilegum vandamálum. Það ekki langt síðan hann kom heim síðast og byrjaði að bera á túnin, það ekki verið núna bara í vor. Já, og hann var svo laginn að gera við vélar, hélt tækjónum gangandi, var mjög útsjónarsamur þegar kom að viðgerðum og viðhaldi á flóknum tækjabúnaði. Heiðar var hógvær maður og flíkaði ekki hæfileikum sínum og hafði sig ekki frammi. Sat jafnvel á sér þegar hann á ferðalögum hafði kynnt sér í þaula áfangastaðinn og leiðsögumaðurinn fór með einhverja vitleysu.
En hann var ekkert að grípa fram í, þó hann vissi betur. Já, og það lék allt í höndunum á honum, meira að segja bókband sem hann lærði til að gera við dýrmætu bækurnar sínar. Heiðar átti mikið og gott bókasafn, fékk beint frá pabba sínum þennan mikla fræði áhuga, nýtti bækurnar sínar í heimildavinnu og hafði líka bara ánægju af því að fylla í götin í safninu sínu. Hann smíðaði kassa undir bækurnar sem ekki var rúm fyrir í hillum og geymd undir súð á ljótunarstöðum. Aðstöðu hafði hann einnig í bænum í Reykjavík og síðustu árin á heimili sínu á Hvammstanga. Í Borðeyraskóla gekk Heiðar og þar var kennarinn hans Þorbjörn Bjarnason sem hélt mjög upp á þennan afburðagreinda nemanda sinn og ekki erfitt að hugsa sér af hverju það var. Svo lauk Heiðar landsprófi frá Reykjaskóla í Hrútafirði og félagar hans þau sum hver fylgdu honum og þau fóru saman norður á Akureyri og þar var hann öll sín menntaskóla ár og varð stúdent 1972. Heiðar eignaðist marga góða vini á þessum árum og einnig síðar í náminu við Háskóla Íslands, þar bæði innan sagnfræðinnar en ekki síður í félagslífi stúdenta á Garði og víðar. Naut hann sín vel ekki síst í fámennum hópi vina og hér í kirkjunni í dag er fólk sem átti hans vináttu alla tíð. Við nefndum áðan tæknilega áhugann og leikni Heiðars. Því tengist að hann var með fyrstu mönnum hér í Hrútafirði að koma sér upp tölvu og hann notaði tölvuna auðvitað til þess að halda tengslum við vini sína þegar að þar kom að netið var komið á það stig en ekki síður við ýmsar sagnfræðilegar rannsóknir. Hann átti margar tölvur og var á undan sinni samtíð í því, gaf seinna barnaskólanum á Borðeyri tölvu þegar hann endurnýjaði og ég held að foreldrar mínir hafi keypt líka honum tölvu þegar hann fékk sér annað betra módel. Háskólaritgerðir Heiðars í sagnfræðináminu, þær tengjast báðar íslenskum landbúnaði. BA-ritgerðin fjallar setningu mjólkursölu laganna en það var árið 1934 sem að mikið gekk á í íslensku þjóðfélagi tengslum við þann lagabálk. Og kandídatsprófinu í sagnfræði lauk hann í febrúar 1988 með ritgerð nýbílamálið. Til þeirrar ritgerðar hefur verið vitnað af öðrum fræðimönnum, til dæmis í fræðigrein eftir Helga Skúla Kjartansson sem ég rakst á. Já, það fylgdi honum snemma honum Heiðar að vera duglegur til verka. Má segja að hann hafi átt sér tvö líf, annars vegar fræðimennskan sem hann gat nú líka stundað heima og svo landbúnaðarstörfin. Snemma fór hann til vinnu annars staðar einnig, var í brúarvinnu til dæmis og svo tók hann tarnir í sláturhúsinu á Borðeyri og síðar Búðardal, var sérstaklega laginn við að salta gærur, kunni vel til verka og naut þess að hafa sitt verkefni svona ekki alveg í skarkala sláturhúsins miðjum. Hann var líka, fór líka á vertíð á Suðurnesjum og hafði þannig lagt mjög margt af mörkum til íslensk atvinnulífs. En það má segja, eins og ég minntist á, að landbúnaðarstörfin og fræðimennskan hafi stundum togast á í lífi Heiðars. Fjölskyldunni er það til dæmis minnisstætt þegar hann valdi að mæta á dagskrá helgaða Jóni Árnasyni, landsbókaverði og þjóðsagnasafnara, í stað þess að fara með þeim á sveitarsælu í Skagafirði, þar sem var landbúnaðarsýning. En þetta var 17. ágúst árið 2019 og það er gaman að minnast sérstaklega á þetta verkefni sem að messur, að minnsta kosti 2 sumarmessur hér í Prestbakkakirkju tengdust þeim hópi sem stóð fyrir þessu og minnistætt messukaffi mun hafa verið 2018 líklegast þegar að Heiðar kom með fartölvuna sína hérna í kaffið á eftir og sýndi gamalli prestsdóttur, ekki mér, aðeins eldri,
myndir frá gömlum kirkjum og frá staðnum hér. En síðustu árin var Heiðar búsettur í Nestún á Hvammstanga. Hann undi hag sínum þar vel og vinir hann samglöddust honum að hafa fengið þar heimili, en áður hafði hann átt við ýmsar heilsuáskoranir að stríða, meðal annars tengdar hjartanu. En eins og fram hefur komið hélt hann áfram að koma og létta undir í búskapnum á Ljótunarstöðum á álagstímum. Og þetta gerði hann þrátt fyrir versnandi heilsu og ekki má gleyma ýmsum óhöppum sem hann varð fyrir, til dæmis þegar að naut hnoðaði hann niður inn í stíu og brotnuðu mörg rifbein í þeim atgangi. Tók hann svolítinn tíma að jafna sig eftir það. En ferðalögin, við minntust á þau hér áðan, hann naut þess að ferðast, fór auðvitað með skólasystkinum sínum í útskriftarferð til Spánar og hafði gaman að því að sjá nautaatið þar. Svo fór hann með bændaferðum, meðal annars til Moskvu, New York og Parísar, og nú mismunandi hvað honum fannst þessar heimsborgir. Látum það liggja á milli hluta. Svo fór hann helgarferðir hér innanlands, til dæmis með Alþýðubandalagsfélögum, á Hornstrandir, og hann tók sig gjarnan far með rútu og meðal annars hálendið, en hann átti sérstaka rútuvini hann Heiðar, því að hann fór með norðurleið þegar hennar naut við, söður, þegar hann átti erindi í bænum og gisti gjarnan hjá vinum og kunningjum, og síðan strætóinn þegar kom að því. Það má líka minnast á það þegar foreldrar mínir, Guðrún og Ágúst, sem hér voru prestjón, dvöldu í Kaupmannahöfn tíma, að þá heimsótti Heiðar þau þangað. En við þurfum nú aðeins að minnast betur á hlýja húmorinn hans Heiðars og brosið hans breiða sem náði vel til augnanna. Það var hægt að sjá að eitthvað var að gerast hérna inni sem að honum þótti skondið, jafnvel í smá stund áður en að hann svo sagði það. Einhverjar skemmtilegar tengingar og skondin tilsvör. Ég má til með að minnast á eitt sem framkemur hjá honum Þorsteini í minningagrein í blaðinu í dag, að þá stóð fyrir dyrum að útskriftar árgangur ætlaði að hittast og Þorsteinn hafði haft samband við Heiðar, eða líklega Heiðar við hann, því að Heiðar var duglegur að hringja í vinnu sína, og þá kemur í ljós að Þorsteinn er farinn að vinna á Kleppi og komst ekki á þessa samkomu. Svo þegar að samkomunni kemur, þá er þetta Heiðar spurður, því að hann vissi nú gjarnan hvar fólkið var sem ekki kom á staðinn, og þá er hann spurður, veistu nokkuð, akkur er hann ekki hérna Þorsteinn, og þá segir Heiðar, hann er á Kleppi, og svo var nú beðið dágóða stund og hann leyfði svona orðunum að hafa sín áhrif. Já, hann er víst á launaskráða. Ég held að þetta lýs honum Heiðari dálítið vel. Hann var aldrei rætinn eða illkvittinn í sínum húmor, en hafði gaman að því aðeins svona að setja á oddinn eitthvað sem var svo sniðugt. Já, hann Heiðar okkar var ekki heilsugóður síðustu árin. Nú hefur hann lokið því stríði og við höfum með honum þá einlægu trú að hann sé genginn inn í dýrðina, eins og við sungum áðan. Kominn inn í æðri heima þar sem fegurð og kærleikur býr, eða eins og séra Ingólfur Jónsson frá, ekki séra, Ingólfur Jónsson frá Prestbakka, á pappa sá presturinn, hann orðar það, langt í fjarska fegurð, flétta í himinn ský, litbönd þau ljómar, loftsól björt og hlý. Bensku þinnar borgir birtast þar á ný. Já, átthagarnir eiga sér fastan sess í hjart okkar og hjá Heiðari alveg mjög. Hugur hans var hér og starfsvæði hans var hér við Hrútafjörðinn og fallegt að fá að minnast hans hér og kveðja hann á þessum merkisdegi. Og af því að það er nú fæðingardagur Guðjóns afa hans, 1. ágúst, þá ætla ég að fá að bregða upp öðru ljóði eftir Ingólf Jónsson frá Prestbakka sem fór gjarnan í róður með Guðjóni og sonum hans á meðan
fiskur var enn í Hrútafirði, en þegar að Heiðar var fæddur þá var nú fiskurinn farinn að mestu. En Ingólfur segir að sjóferð lokinni með Guðjóni, aflapokinn engin ómynd á herðum mér. Það örþreyttur ánægður drengur sem einn á heimleið Heiðar Skúlason, örþreyttur ánægður drengur. Hann var fársjúkur þegar við hjónin heimsóttum hann á Fjórðungssjúkrahúsið á Akranesi fyrir bara réttum mánuði síðan. Örþreyttur var hann og sárkvalinn en bar sig vel. Vippaði sér fram úr rúminu svo hann væri á jafningjagrundvelli við okkur hinn, svo við stæðum ekki þarna yfir sjúkrasækin hans, og fram kom fallega brosið hans og glettnin hlýja. Já, Guð blessi þá minningu og allar minningar sem að þið berið í brjósti ykkar hann Heiðar. Já, Heiðar Skúlason, blessuð sé minning þín. Amen. Nú legg ég aftur augun mín, en öndin hvarflar Guð til þín. Þinn almáttugan ástarvæng lát yfirskyggja mína sæng. Mín sál og hjarta hvíl í þér, en hvíl þú Guð í brjósti mér. Svo hver einn morgun heimsum rann,
þig hitti nýrr og betri mann. Að rísa upp í heimi hér, með hverri sólu kenn þú mér, svo líka fá ég ljósið þitt, lífgar Jesús duftið mitt. Allar hugsanir, allar minningar, allt það sem kemur í hjart okkar á þessari stundu, felum við góðum Guði í bæninni sem Jesús kenndi okkur og við segjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og einnig frá skólafélögum úr Skagafirði og víðar sem ekki gátu verið með okkur í dag. Þá þakka Ríshús konur sérstaklega honum Heiðari fyrir hans mikla framlag til menningarstarfseminnar þar. En nú rísum við úr sætum og heyrum moldunarorð. Já, lofaðu sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur frelsað oss til trúarinnar á drottinn Jesú Krist. Sáð forgengilegu en upprís óforgengilegt. Sáð í veikleika en upprís í styrkleika. Sáð jarðneskum líkama en upprís andlegur líkami. Drottinn minn gefi dauðum ró en hinum líkt sem lifa. Amen. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið.
hjá lofaður sé Guð sem gefur oss sigurinn fyrir drottin vorn Jesú Krist. Amen. Berum kistu Heiðars í garðinn og þar er hægt að signa yfir og síðan förum við í skólann á Borðeyri og þiggjum kaffiveitingar. Góða stund.